Og áfram höldum við hér í föstudagsþættinum. Formaður Hollvina samtaka sjúkrahússins á Akureyri floginn á braut og tveir góðir gestir eru komnir hingað til mín. Það Sirrý Sif Sigurlaugardóttir sem fræðslufulltrúi Alzheimers samtakana og Friðný B. Sigurðardóttir hjá Öldrunarstofnun Akureyrarbæjar. Verið velkomnar. Takk. Við ætlum að ræða svolítið Alzheimers sjúkdóminn sem algengasta orsök taugabilunar, það ekki? Sirrý? Jú, það allavega meðal þeirra. Ég þori nú ekki að fullyrða að það sé algengasta. En það algengasta heilabilunin. Það 80% allra þeirra sem fá heilabilun eru með Alzheimers. En þessi sjúkdómur Alzheimer, hann hvað getum við sagt, margslunginn? Mjög vissulega. Hann einstaklingsbundinn hvernig hann byrjar og hvernig hann þróast og birtist á mjög ólíkan hátt hjá hverjum og einum. Þannig að það í rauninni aldrei hægt að segja fólki hvað kemur næst. Fyrstu einkennin, það stundum sagt, ertu með Alzheimer? Það stundum sagt. Og það allt í lagi, það má líka. Það má nota húmor og það má hlæja af því að stundum ekkert annað hægt en bara hlæja. En fyrstu einkennin það að átta sig á muninum á almennri gleymsku sem getur stafað af ýmsu og hins vegar þessari illkynja gleymsku sem að rata til dæmis allt í einu ekki heim úr búðinni, leið sem þú hefur keyrt á hverjum degi í mörg ár. Og yfirleitt upplifir fólk það þannig að það svona þyrmir yfir það af því að þá áttar það sig á því að það man ekki eða kann ekki eitthvað sem það á að kunna. Leggst þetta aðalega á eldra fólk eða hvað? Ég vil ekki segja það, nei, en líkurnar aukast með hækkandi aldri. Og það alveg bein fylgni þar á milli. En yngra fólk að greinast og það talað snemkomna heilabilun þegar fólk greinist fyrir 65 ára aldur. En það mjög ofta fólk að fá greiningu eftir 65 ára aldur en fer síðan að hugsa tilbaka að einkennin voru farin að koma fram löngu fyrir þann tíma. Já, þegar fólk verður svona að hugsa aftur. Já. Friðný, hvernig staðið að þjónustu við Alzheimer sjúklinga hérna á Akureyri, þá hjá Öldrunarstofnun Akureyrar? Sko, við hérna á Öldrunarheimilum Akureyrar, við erum í rauninni að þjónusta fólk síðustu árin. Meðaldvalartíminn hjá okkur rúm 2 ár og svo erum við reynda með dagþjálfun. Fólk kannski búið að vera hjá okkur í dagþjálfun, við erum með sérstakt úrræði þar. En það talað að svona 70% íbúa á hjúkrunarheimilum séu með einhvers slags heilabilun. En fólk búið að vera út í samfélaginu eins og Sirrý sagði áðan, sko í áratug eða meira með sjúkdóminn. Þannig að það svo mikilvægt að leggja áherslu á það að það þarf að leggja áherslu á þjónustuna og utanumhaldið og stuðningin, ráðgjöfina, meðan fólk býr enn heima. Og það eins og bæði það sjúkrahúsið, öldrunarlækningadeildin inn í Kristnesi og það félagssvið og búsetusvið bæjarins. Þannig að það svona ýmsir sem koma að þjónustu við þessa einstaklinga. En það sem vantar kannski hjá okkur, eins og Danir svo góðir í, að það sé svona rauður þráður í þjónustunni. Að þegar viðkomandi fær greininguna, sjúkdómsgreininguna, hann sé með heilabilun, að þá bara fari eitthvað í gang. Ráðgjöf, stuðningur við fjölskyldu, af því að heilabilun fjölskyldusjúkdómur, að það sé stuðningur og fólk sé fái fræðslu, fái ráðgjöf og beint í úrræði, beint í þjónustu sem eru að efla einstaklingana í sínum aðstæðum. Vegna þess að það líka að horfa á styrkleikana, það eru margir styrkleikar sem einstaklingar með heilabilun hafa að horfa á þá og að ná því að efla fólk. Þú talar einmitt aðstoð við aðstandendur sem hlýtur að skipta miklu máli. Það bara skiptir gríðarlega miklu máli og aðstandendur eru að fá stuðning eins og hjá okkur á öldrunarheimilunum af starfsfólki. Það stuðningur innan líka spítalans og inn í Kristnesi og líka á búsetu og félagssviði. En hann ekki svona, hann kannski svona svolítið brotakenndur, hann ekki svona markviss. Hann mætti vera markvissari og betra utanumhald. Bara þannig að það bara taki einhver við þér og bara styðji þig og leiði þig í gegnum þetta sem
dóttir, sonur, maki. Eða nágranni. Eða nágranni. Og það er það líka, við þurfum að gera þetta svona bara vinnveitt samfélag fyrir fólk með heilabilun. Að fræða alla, hvort sem að það er fólkið í búðunum, leigubílstjórarnir, bara allstar. Já, strætóbílstjórar, að bara fræða samfélagið þennan sjúkdóm. Sýrið þegar fólk greint með Alzheimer, ég svona ímynda mér að svona fyrstu viðbrögði að það áfall, en kemur ekki upp svona hálfgett svona vonleysi eða hræðsla? Það getur alveg verið og bara allur tilfinningaskalinn í rauninni. Það er mikið áfall að fá svona greiningu, tala nú ekki ef fólk er enn á vinnualdri af því að þá gerir kerfið þér mjög erfitt fyrir. Það er í rauninni ekki reikna með því að þú þurfir þjónustu sem er skilgreind sem öldrunarþjónustu fyrir 67 ára aldur. Þannig að það getur verið mjög flókið og það er mikið áfall fyrir aðstandendur að því leyti að fólk veit bara of lítið. Veit ekki hvað er að gerast, veit ekki hvað er framundan og áttar sig ekki á hvert að getur leitað eftir aðstoð. Við heyrum oft í fréttum það sé að koma ný lyf og vísindamenn að uppgöta hitt og þetta, en Alzheimer, væntanlega eru lyfin kannski alltaf að batna svona með áratugunum, en hvernig ósköpunum stendur á því að það er ekki búið að finna lækningu? Af því þetta er svo flókið. Þetta er eins og með krabbameini, það er ekki nákvæmlega sömu skemmdir sem að verða í þessum heila og þessum heila. Þetta er svo ofsalega flókið og það eru komin fram lyf sem að hægja á skemmdunum og því sem að gerast í heilanum til dæmis í Alzheimer sjúkdómi, en það er ekki enn búið að komast að því hvað það er sem verður til þess að þessar breytingar hefjast. Og það þarf að fara svo langt aftur í ævi einstaklingsins til að komast fyrir, en það miða rannsóknir í dag að því að komast fyrir sjúkdóminn og þá erum við ofta að tala fólk bara upp úr 40. Fyrir sjúklingin að upplifa hrörnunina og svo líka fyrir aðstandendur? Það er náttúrulega bara mjög erfitt og meðan eins og Sirrý segir að við höfum ekki lyf, þá þurfum við að huga að bara vellíðan, að styðja og styrkja viðkomandi og það er hægt á margan máta, bara eins og einfalt bara að opna á umræðuna og bara viðurkenna sjúkdóminn, tala opinskátt hann. Það er miklu auðveldara fyrir aðstandendur og fyrir einstaklingin sjálfan og fyrir okkur hinn líka, þetta að viðkomandi sé haldið inn í samfélaginu, það sé hugað að sjálfsmyndinni, hann styrktur í henni, að tengslunum hann sé ennþá hluti af samfélaginu og þáttakandi sé að upplifa tilgang, sé öruggur. Það er svo margt hægt að gera að auki við svo þessar rannsóknir sem eru að reyna að finna lyf. Við segjum það er ekki hægt að setja vellíðan í pilluglös, en það er bara, við getum gert svo margt. Það er það sem við þurfum að gera. Ég hef fylgst svolítið með Alzheimer-deildinni upp í Lögmannshlíð. Þá stundum svona, þegar maður fer út, þá stundum svona dettur manni í hug að starfsfólkið sem þarna, starfar þarna, að það er eiginlega bara lífshugsjón að starfa við þetta. Já, ég ætla að segja það, það er í rauninni eins og í Lögmannshlíð, það er engin, ekkert, við tölum heimili, þetta eru heimili þarna, þessi 5 heimili og það er ekkert í rauninni, neitt eitt heimili sem er sérstaklega ætluð einstaklingum með heilabilun, vegna sem 70% íbúana eru með einhverslags heilabilun, þannig að fólk það eru bara allir saman, þetta er blandað og það er eiginlega betra að gera það þannig að því að það er kannski ekki gott að hafa alla sama sem eru með svona áskorandi hegðun. Að það er kannski bara mjög erfitt. En það er rétt að starfsfólkið skiptir gríðarlega miklu máli og helgun starfsfólks í starfi, það skiptir líka mjög miklu máli einmitt í þjónustu við einstaklinga með heilabilun. Að þú sért með hjarta með þér í því sem þú ert að gera og bara einlægni, virðingu og bara allt þetta, það skiptir máli. Fyrst að ekki komið fram lækning, er lausnar orðið þá meðal annars, er það bara þá, hvað ég var að segja, umhyggja? Umhyggja og að gera allt sem þú gerir út frá vellíðan. Við vinnum að því að fólki líði vel og það er hægt.
Það hægt þakka ykkur fyrir komuna, Sirrý Sif og Friðný, og gangi ykkur vel í ykkar störfum og við höldum hér áfram rétt strax.